Góðan dag og velkomin í Mömmumótna á Kvennablaðinu. Við ætlum að vera hérna vikulega í vetur með þætti sem að fjalla meðgönguna, fæðinguna, sængulegu og allt sem viðkemur börnum og barnauppeldi. Tilvalið að fá bara ritstjórn Kvennablaðsins hérna í þennan fyrsta þátt og Steinunn Ólína, Andrea og Eik. Og sjálf heiti ég Sofía og Steingrímsdóttir. Í dag ætlum við aðeins að pæla í hvað það og hvernig það þýðir og hvernig þú upplifir að eignast barn og svona aðalega kannski út frá pistli sem að Steinunn Ólína skrifaði í Fréttablaðið og vakti gríðarlega athygli og hét Bjáni eignast barn og var svona hreinskilin grein held ég hvernig það getur verið að eignast barn. Og kannski kom í orð það sem við margar hugsum en kannski þorum ekki alltaf að viðurkenna. Það kom mér eiginlega óvart að hún skildi vekja athygli vegna sem ég fannst ég verið að tala sjálfsagða hluti. Mér fannst ég verið að tala það sem að ég hélt að allar konur upplifðu og það kom á daginn. En sko einhvern veginn þetta alltaf einhvern veginn svona glorifiserað að verða ófrískur og það sé svo æðislegt barnafötin og ganga upp og niður Laugaveginn með barnavagninn og allt þetta. En raunveruleikinn var dálítið annar og ég var ekkert undirbúin undir það. Ég var ekki undirbúin undir það hvað þetta tók mikinn tíma, hvað barnið þarfnaðist mín mikið. Ég hafði alls ekki gert mig grein fyrir þessu. Og ég samt orðin 26 ára þegar ég eignast mitt fyrsta barn og að svona koma mig fyrir sem leikkona og þú veist á fulli í karriérnum og svona og andvökunætur og veikindi barna og allt þetta kom mér allt í opna skjöldu og mér fannst þetta rosalega erfitt. Já. Hvernig var þín upplifun? Eða þú, Andrea? Ég myndi segja að ég sammála þessu. Mér fannst þetta vera miklu meiri vinna heldur en ég bjóst við. Mér fannst þetta vera... Ég nú reyndar líka og var hann svolítið gömul þegar ég eignast mitt og ég var 25 ára. Ég held að við séum samt að eldast núna sem mæður. Já, það sýnir það. Já. Og ég reyndar verið sérstaklega heppin með allar mínar stelpur sko. Að vera lítið veikindi og lítið andvökunætur. En mér fannst þetta samt rosalega krefjandi. Að vera að gefa brjóst og skiptum á bleiu mörgum sinnum á sólarhring og þetta var ekki mikill glamúr yfir þessu sko. Nei. Mér fannst ég vera að missa svo mikið af. Mér fannst ég allt í einu vera komin í eitthvað svona, ég ætla nú ekki að segja fangelsi, en jú, mér fannst allt í einu að væri búið að setja mér einhverja skorður og ég hafði bara ekki gert mig grein fyrir því. Mér fannst það erfitt. Já, mér fannst það svolítið. Ég var líka orðin alveg 28 ára þegar ég kom með fyrsta barn og svo kom annað bara örskömmu síðar og allt í einu var ég ein, ég átti maka og allt það og með 2 börn, lítil og allt í einu gat ég ekki gert allt náttúrulega sem ég datt í hug en í raun og veru makinn gat alltaf tekið þátt í öllu og farið allt og þannig að þetta lendir það bara þannig, þetta lendir á konunum og þú veist, það við sem erum með brjóstinn og gefum og allt þetta og það bara þannig en það enginn sem undirbýr mann undir þetta nákvæmlega, segir þetta. Ég upplifði þannig sko, átti mitt fyrsta barn í Noregi og við vorum svolítið bara svona ein og vorum búin að reyna svolítið lengi og ekkert gekk, fórum til læknis og létum kanna hvort það væri allt í góðu og hann sá þarna að væri ekki að koma og við fórum bara strax að reyna og það var undir barn og það voru mjög spennt og maður minn tók rosalega mikið þátt í, hann vildi að ég mjólkaði mig svo hann gæti gefið og það var svona, gerðum þetta mjög mikið saman og barnið var mjög veikt þegar hann fæðist, hann heilbrigður í dag og það var svolítið erfitt að vera annarri hæð og hann á vökudeildinni, ég fekk aldrei minn mat og svona en svo áttaði ég mig ekki á því fyrir sko þegar hann 9 mánaða og ég hætti með hann á brjósti og við flytjum til Englands. Ég var búin að vera svo sterk svo lengi og alltaf svona berjast þegar ég fekk svona bara svima og ég held ég væri bara komið heilaæxli og ég held ég væri bara orðin geðveik. En svo bara kom það á dagana, ég var bara orðin bara þunglynd og með kvíðaeinkenni
áttaði mig ekki sjálf, já, af álaginu, ég áttaði mig ekki sjálf á því, mér fannst bara allt frábært og allir, gekk allt vel og allt var svo fullkomið og svo allt í einu gaf líkamann sig og ég áttaði mig ekki á því fyrir að ég hringdi bara í lækni, frænku mína og hún gaf mér svona lista og fór yfir svona spurningar og þegar ég var búin að svara þeim, heyrðu, það er bara hérna eitt sem er í gangi og það er það að þú ert bara, þú veist, með kvíða og þunglindi og það er bara það, þannig að þetta kemur oft svona aftan að manni, maður heldur að sé allt fullkomið en svo er mikið álag og maður ætlar að vera sterkur. Já. Það er eins og þú talaður í greininni, þú grést þig svo gargkanna. Já, en það var líka dálítið öðruvísi. Ég var náttúrulega einstæð móðir og svo þarna bara stutt eftir að elsta dóttir mín fæðist, þá deyr mamma og ég var ekki með maka, ég átti ekki stór fjölskyldu sem ég gat leita til og þannig að ég var svolítið mikið ein. Og það var það sem var erfitt og alla pössun sem ég þarfnaðist vegna vinnu þurfti ég að kaupa mér og þannig að ég var með stöðugt samviskubit líka. Og ég byrjaði að vinna frá henni þegar hún var mjög ung, þú veist, var með barnfóstru og hún kom með hana til mín þar sem ég var í vinnu og ég var að gefa henni brjóst, þannig að þetta byrjaði strax með svona rosalegu samviskubiti og átökum það að vera mamma og að vera, þú veist, karrieristi og þú veist, ætla að verða rosalega flott leikkona á Íslandi, skilurðu. Og bjóti svona krónískt samviskubit sem að ég eiginlega bara ekkert losna við og ég var oft velti fyrir mig hvað þetta er að, þú veist, já, þetta gráta svona og þú veist, einhvern veginn að finnast maður að vera svona ómögulegur en þú veist, ég var að gera mitt besta, skilurðu. En þetta er auðvitað, þú veist, þetta er dálítið, í gamla daga var þetta þannig að fólk gat meira leitað í stórfjölskyldurnar sínar og svona. Ég meina, nútíma ömmur er ekkert að hætta að vinna og passa börnin eða, þú veist, eða það er ekki ein systir í fjölskyldu sem bara ákveður ég bara ætla að pipra og ala upp öll börnin í fjölskyldunni og meðan að hinir afla tekno og svo framvegis. Þetta er svona, það er margt í þessu, sko. Já. En er eitthvað sem við getum gert? Ég meina, er eitthvað hægt að undirbúa stelpur, konur betur undir það að takast á við móðlutverki? Ég hef aldrei fengið neina fræðslu í neinu námi, neinu skóla það hvernig er að vera foreldri. Nei. Það kannski vantar að bara að setja fræðslu í einhvers konar lífsleikni eða eitthvað svoleiðis, já. Ég fikk einhvern tímann hugmynd að það væri sniðugt að setja saman einhvers konar foreldraher sem fær inn í skólana, þá bara fólk með ólíkan bakgrunn, þú veist, einstæð móðir, einhver sem er í góðu sambandi, einhver sem hefur ættleitt barn og eitthvað svona, það verður svona ólíkir talsmenn sem fær inn í skólana og töluðu við kannski elstu bekki gagnfræðaskólans eða fyrstu bekki framhaldsskólana, skilurðu, og bara segðu þeim frá praktísku hliðunum á þessu. Það er kostnaðarsamt að eignast barn, það skerðir möguleikana þína til vinnu og svo framvegis og ég held að sé ágætt að tala um þetta. Auðvitað getum við ekki komið í veg fyrir það að fólk eignist börn og ég meina, þú veist, við erum allar vegna þess að einhvern veginn komist við til manns, en það er samt sem áður kannski hægt að undirbúa fólk pínlítið, það sé svolítið meðvitaður það að þú veist, maður skuttlar ekkert bara út úr sér einhverjum krakka, þú veist, þessu fylgir ævilöng ábyrgð og mér finnst alltaf magna að tala við, þú veist, fullorðna mæður sem hafa börn sem eru kannski árið 30, 40, 50 það segja, þetta er alltaf börnin manns, skilur, það er þessi ábyrgðartilfinning, skilur og það er alveg vaknar svo bara hringja, finna á sér eitthvað ómögulega, þú veist, þetta við sleppum held ég aldrei tökunum af börnunum okkar. Við erum að fara í lífstíðar commitment, skuldbindingu, já. Sem er líka svo dásanleg. Já, já. Getur náttúrulega allt, maður fær velun fyrir þetta á hverjum einasta degi, það er ekkert að draga úr því. Nei. Þetta er náttúrulega rosalega mikið ábyrgðar hlutverk. En kannski getum við eitthvað lagt til málana í þessum þáttum í vetur. Já. Og fá konum með misjafna reynslu og hlusta á annarra manna reynslu, mann lærir svo mikið á því. Já, nákvæmlega. Það er allt í lagi að vera með líða illa eða líða vel eða vera glaður einn daginn þegar maður er nýbúin eignast barn, það er bara eðlilegt. Maður ekkert að vera, þú veist, og leið maður hlustar á annarra manna reynslu þá kannski líður manni betur sjálf. Já, við erum ekki einar, það er alveg á hreinu, sko. Heyrðu, við þökkum fyrir í dag. Já, takk fyrir í dag.